Já, sælverið, ég heiti Guðrún Ólafsdóttir og ég öryggis- og gæðastjóri hjá Byggingafélagi Gylfa og Gunnars eða BYGG. Og við stöndum hérna í Borgartúni 27, þar sem fara fram miklar endurbætur sem við stefnum að því að láta svansvotta. Og þitt hlutverk í þessu verkefni, hvert það? Sko sem gæðastjóri þá það heitir ábyrgðaraðili verksins gagnvart Svaninum, þannig að ég þarf að halda utan alls konar kröfur sem eru gerðar, skil á gögnum. Við erum með gæðastýringu, ég set upp svona verklagsreglur í kringum þetta og svona líka svona hálfgerð verkefnastjórnun. En fyrst og fremst, náttúrulega mitt hlutverk að standa skil á öllum gögnum til Svansins sem beðið um. En verkefni hérna sem við stöndum fyrir framan erum að horfa á, þið eruð að endurgera hérna skrifstofuhúsnæði. Já, það var komin svona tími á endurbætur í sjálfu sér og það kemur hugmynd eða krafa frá þeim sem nota þetta húsnæði að þeir höfðu áhuga að fá þetta svansvottað. Og við bara verðum við því sem framkvæmda aðili og það bara hreinsa meira að minna út af hæðunum, þetta mikil breyting, þetta eru 4 hæðir og svo 1,5. Þannig að þetta eru einhverjir tæpir 5.000 fermetrar og þetta eru bara heilmikla breytingar og hér arkitekt búinn að skipuleggja þetta upp á nýtt og hanna og þannig að þetta eru bara heilmikla breytingar. Veistu hvers vegna verkkaupin óskaði eftir því að þetta yrði svansvottað? Voru eitthvað sérstakar ástæður fyrir því? Já, þetta tengist beint hugmyndum hreinlega vellíðan fólks á vinnustað og hvernig fólki líður og umhverfið er. Af því að svansvottunin, hún gerir kröfu þetta bæði svona umhverfistengt, tengt umhverfismálum, líka tengt bara hreinlega heilsu og velferð. Að það sé ekki einhver óæskileg efni í umhverfinu og slíkt. Þannig að þetta kemur svona þar að fólk fyrirtækið sem að nota þetta húsnæði vill hafa gott umhverfi fyrir fólkið, starfsfólkið. Og þið takið þetta ykkur og þið farið í þessa svansvottunar, þetta ferli verkefnisins. Getur þú sagt mér hver er munurinn á, venjulegri framkvæmd í svona húsnæði annars vegar og svansvottaðri framkvæmd? Hvað er öðruvísi við svansvottun? Sko í sjálfu sér ekki munur á verklagi eins og við hugsum þetta út frá faginu eða eins og við hugsum þetta út frá smiðum eða blikksmiðum eða rafvirkjum eða pípulögnum og svoleiðis. Það kannski ekki það er ekki þannig frá öðruvísi vinnubrögð. Það sem langstærsti hlutin hér efnisval. Og reyndar getur það kallað á aðeins breytt vinnubrögð hjá fagmönnum og þeim sem að verkinu koma, en það efnisval. Og hvað er þá ráðandi í efnisvalinu? Hvað er það sem að... Já, það þarf vörurnar þurfa annað hvort að uppfylla vottun. Það eru 3 merki sem koma til greina, að það svansvottun, blá engill en evrópska blómið, það þarf að vera vottað efni og ef það er ekki vottað þá þarf að fara í samþykktarferli hjá Svaninum. Og þá þarf ég að kalla fram alls konar gögn frá byrgjum og framleiðendum. Hafa íslenskir byrgjar geta útvegað allt þetta efni sem er verið að biðja hérna í verkinu? Það hafi ekki allir byrgjar sem við tala við geta útvegað þetta, en við finnum alltaf út úr því og við finnum byrgjar sem geta útvegað þetta. Já, þannig að þeir eru að standa sig bara ágætlega, en þetta er náttúrulega aukast. Þú talar um gögn og skil á gögnum og skjölun og utanumhald. Hvað er öðruvísi í því? Hvað ert að gera meira umfram önnur verkefni í því? Það er rakavarnaráætlun fyrir verkið, til dæmis, og það þarf að skila skýrslu það. Við erum með rakavarnasérfræðing á verkinu, til dæmis það var eitt og til dæmis loftgæði. Það heilmiklar pælingar samt í loftgæði, bæði á framkvæmdatíma og þegar verkinu er lokið og fyrir fólki sem vinna hérna. Þannig að við erum líka með loftgæðasérfræðing. Þetta er svona bara dæmi. Já. Og við þurfum að skila skýrslum þetta og hvernig þetta verður allt gert og svona til að tryggja loftgæði og hafa rakavarnir í lagi. Og hvað segirðu, 5.000? Mér minnir þetta séum svona 5.000 fermetrar. Hvað tekur þetta langan tíma að gera þetta? Sko, það er nú þannig að það vinnur fólk hérna í húsinu. Það er áskorunin, þannig við verðum að klára eina hæð í einu. Við getum ekki tekið bara allt í einu, þannig að það er fólk hér að vinna. Við erum núna að vinna með 5. og 7. og verkstjórinn getur komið svona betur inn á það, hvernig það er.
og svo þegar við klárum 5. hæðarsalinn sem við stöndum núna, að þá getur fólki flutt á 7. hæð og þá fyrir við að rífa út úr 7. Þetta svona áskorun í svona endurbóta verkefni. En hvað varðandi kostnað ef við tökum frá þann kostnað sem felst í því að vera í húsnæði sem er í notkun umfram, en talandi svansvottunina, er eitthvað eins og þetta efni sem verið að kaupa hérna, er þetta mikið meiri kostnaður heldur en væri annars ef ekki væri svansvottun? Þetta mjög góð spurning og það eru margir sem að spyrja þessu strax í upphafi og reyna átt að sjá þessu. Svona heilt á litið held ég að það muni ekki miklu. Það gæti verið eitthvað aðeins dýrara en samt alls ekkert alltaf. Og til dæmis ég vil bara nefna alltaf málninguna, hún er ekkert dýrari en önnur málning. Þetta er bara svona dæmi, en kostnaðurinn kannski felst í öðrum hlutum heldur en efninu, af því að við sem framkvæmdaraðili erum að borga sem sagt gjald til Svansins. Og það er fast gjald og svo samkvæmt fermetratölu og svo er náttúrulega vinna eins og bara hjá okkur, segjum eins og hjá mér bara, segjum það, að utanum haldið þetta, það er bara kostnaður innan fyrirtækisins og svo eins og með rakavarnir og loftgæði þurfum við að útvista þeirri sérfræði kunnáttu, til dæmis, þá er það aðkeyptur kostnaður, eða aðkeypt vinna Þannig að kostnaðurinn felst svolítið í öllu svona í kringum þetta með efnisvalinu. Ég held að efnisvalið sé ekki. En sem sagt, framkvæmdin sjálfsins lík að hún ekki, það telur hana ekki muni kosta neitt meira heldur en annars væri við aðra aðstæður. Svona án ábyrgðar, ég held að hún mun ekki kosta mikið meira sjálf, bara framkvæmdin. Segjum að við myndum ekki láta votta, það er bara samkvæmt kröfum Svansins, þannig eins og efnisval. Ég hugsa að kemur bara, ég ætla að leyfa mér að fulla það, eða segja það, kemur bara ekki ósvipað út þannig. Segðu mér nú er það þannig að nú heyrir maður, nú er þið sem sagt byggingafélag Gylfa og Gunnars, þið gerir mikið af því að byggja og selja íbúðir. Eru þið að fá fyrirspurnir frá kaupendum það hvort að íbúðirnar ykkar séu svansvottaðar eða sé einhvers konar vistvottun á þeim? Er það framtíðin? Já, þetta er klárlega framtíðin og hvatinn er líka kom frá sveitarfélögunum. Þetta er sem sagt orðið bara stærra mál og við erum með fyrirhuga núna nýframkvæmdir, stórar, sem verða svansvottaðar, það er svona stefna núna. Já, er það miklar, það er íbúðar? Það er 102 íbúðir. Já, 7 hús, já. Þannig að við erum að fara þangað og ég held að byggingar innan Íslandi, þannig að hefur verið svolítið bremvottun í gangi og svona alltaf svansvottun og ég tel að þetta verður aukast. Og ég heyri það bara svona kollegum mínum í gæðustörum líka. Og maður sér þetta bara í fjölmiðlum líka umfjöllun. Já, er ykkur það kannski of-snemmt að spyrja það, en er ykkur svona sérstakur lærdómur sem þið eru að draga af þessu verkefni umfram önnur? Það er búið að vera mikill lærdómur í samt efni í vörum, það náttúrulega kemur, en það er líka, ég myndi segja að það væri einna helst að við erum að taka upp kannski nýtt verklag, svona eins og þetta styður við bara almennir hugmyndir um gæðastjórnun eins og skjölun og vistun gagna og slíkt og það styður þá við allt sem að við náttúrulega því umhverfis við erum í sambandi við regluverk á Íslandi, gæðakerfi, þetta styður við það allt líka. Kristinn Freyr heiti ég er verkstjóri yfir þessu verki. Ég er menntaður húsmíðameistari og ég er búinn að vera það núna í 2 ár. Já, þú þú stýrir hérna þessari verklegu framkvæmd og við erum að tala um svansvottaða framkvæmd sem að finnst þér vera munur á því að stjórna eða vinna við svona framkvæmd á móti öðrum sambærilegum verkum sem þú hefur verið í? Ekki beint, Ég myndi segja aðalmunurinn er sá að efnið sem kemur inn það er svona stærsti munurinn, er það að Guðrún sem er gæðastjóri og ábyrgðaraðili Svansins, að hún sér allar efnissamþykktir, ég sé að panta efnið og ef það er eitthvað nýtt efni sem er ekki vottað af Svaninum og hefur ekki verið vottað, þá bið ég hana að kanna það hvort það sé vottað og hvort það megi koma hérna inn. En annars kemur ekkert efni hérna inn nema það sé með svansvottun. En eru þið sem eruð að vinna hérna á staðnum,
eru þið að ganga úr skuggum það að efni sem kemur inn og það sé örugglega rétta efni, þetta í þínum verkahring að... Já, það svolítið í mínum verkahring að allt efni sem kemur hérna inn fer í gegnum mig og sama með allt efni sem fer út, sem sagt rusl og annað, það fer í gegnum mig og við erum bara með 2 stráka sem eru í því að flokka og farga. Og við erum með, held ég, 15 gáma hérna úti og það allt efni tekið og flokkað. Það 1 gámur fyrir almennt sorp og það bara eins lítið og það getur orðið. Annars allt efni tekið og flokkað niður og mínir menn sjá til þess að ef það ruslapoki og hann fullur af drasli, þá tekið og sturtað úr honum og farið yfir hvert einasta efni sem í honum og flokkað og farið í viðeigandi gám. Ertu þá að tala að þið séu með, sko, það 1 fyrir almennt rusl, ertu að tala að séu 14 mismunandi gámar, semst fyrir mismunandi úrgangsefni sem þið eruð við? Það gámur fyrir gifs, það gámur fyrir ál, fyrir plast, fyrir spillefni sem eru ljósaperur og annað sko. Svo gámur fyrir timbur, ómálað, jarðveg, það gámur fyrir rafmagnsvíra, þannig að allir rafmagnsvírar þeir fara til dæmis sér. Svo eins og ég sagði ál og járn, það fyrir sér. Og svo hef ég verið að kalla til ef mér vantar auka gám eins og sko plast og frauðplast, það fer ekki saman, þannig að frauðplast fer þá sér og plast fer þá sér. Þannig að við reynum að halda mjög stíft utan þetta. Já, og þetta eru miklu meiri kröfur heldur en eru gerðar svona almennt á byggingavinnustöðum eða þetta kannski bara framtíðin? Sko ég myndi segja það, þetta algjörlega framtíðin og bara fyrir mér finnst mér þetta mjög kúl að flokkunin sé svona og það bara almennt í sko nýbyggingum sem verið að byggja þá farið að flokka miklu meira og gert meiri kröfur á sem sagt að séu viðeigandi ruslagámar fyrir viðeigandi flokkum sem sagt pappi og plast og allt þetta. Finnst þér þá umgengnin á byggingarstöðum hafa batnað? Hefur þetta áhrif á mannskapinn að menn eru svolítið að svona, það ekki verið að fleygja ruslin út allt þetta, menn eru svona svolítið að leggja þetta frá sér í einhverju röð? Já, ég held sem sagt vikulega skipulagða verkfundi hérna, einu sinni í viku og ég brýni það fyrir mönnum að þeir ekki að henda rusli bara hvert sem og sama með það að við reynum að, eins og ég segi alltaf við að reynið að halda timbri í timbri, járn í járn, plast í plast og menn eru alveg meðvitaðir þetta og eru alveg tilbúnir að hjálpa okkur með þetta. Hvernig með mannskapinn og fólki sem að vinna hérna á staðnum, á þessum vinnustað, fólki meðvitað það að það sé að vinna í svansvottuðu verkefni? Já, það eru allir meðvitaðir það. En svo málið eins og þetta ekkert öðruvísi heldur en bara venjuleg framkvæmd, skilur við. Við erum bara að setja upp gifsveggi og við erum að setja upp loftræstikerfi, við erum að setja upp ofna og klósett og allt þetta. Þetta bara nánast alveg það sama, nema eini munurinn að þetta svansvottað. Og efnin sem við erum að nota eru svansvottuð og eins og gifs svansvottað og allt þetta. Svo undanþága í svaninum gagnvart brunavörnum. Allt sem heitir brunavarnir, það á undanþágu. Af því að við þurfum bara að uppfylla þær kröfur í svona skrifstofuhúsnæðum að brunavörnir þurfa að vera í lagi. Og ég myndi segja í framtíðinni þá verða brunaefnin orðin svansvottuð. Þannig að það bara jákvætt. Þá en við erum að sko það kemur fram að þetta svanurinn að tryggja líka bara loftgæði og almennt gæði bara á vinnusvæðinu. Þá ekki þessi efni sem verið að nota, þau eru þá nánast eiturefnalaus eða svona, þannig að kannski að segja fyrir fólki sem að vinna hérna með þessi efni að þetta ætti að vera væntanlega eitthvað betra umhverfi til að vinna í svona almennt. Jú, það ætti náttúrulega að vera það. Og svo partur af svaninum það að sko rykið sem myndast í svona framkvæmdum, að við erum ekki að nota sópa, við notum ryksugur mjög mikið og ef það mikið rusl á gólfunum þá erum við að nota sköfur af því að það þyrlast minna upp rykið. Þá erum við bæði að hugsa fólki sem að vinna í framkvæmdinni núna og eins fólki sem mun taka við húsnæðinu seinna meir. Svo einnig partur af þessu að hér búið að setja upp stórt og mikið loftræstikerfi
Það eru lokur alls staðar þar sem er gött, að það er búið að setja sem sagt plastlokur á alla enda á öllum loftræstistokkum og svo er krafa í Svaninum um það að þegar áður en við afhendum hæðina þá þurfum við að keyra loftræstiskerfið í 2 vikur og við erum núna að vinna í því að setja síur á alla enda þannig að allt ryk sem að gæti farið inn og út það fer í þessa síur. Þannig að þegar það kemur að því að þetta verður allt fulltengt og við afhendum hæðina þá eru þessar síur teknar af. Og svo eru síur alveg lengst niður í kjallara þar sem verður skipt áður en að hæðinni verður afhend. Hvernig er svo með þrif eins og í restina? Hvaða eru þið með einhverjar kröfur sérstaklega varðandi þrifin? Sko það verða allsherjar þrif. Sem sagt áður en að gólfefni fara niður, það er alveg seinasta sem fer niður, að það verður allsherjar þrif á allri hæðinni og það verður allt tekið út og það verður ekkert nema bara slíf á gólf og tilbúið undir gólfefni og svo koma húsgögnin. Og svo líklegast þegar húsgögnin kom inn þá verður það aftur svona almenn þrif sko, en við stefnum á það að það verði bara allsherjar þrif á öllu áður en við afhendum. En þá væntanlega þrifið með svansvottuðum efnum, já. Ekki satt? Jú. Já. Svo stór hluti í Svaninum að endurnýta allt efni. Það sem sagt við reynum að endurnýta eins mikið og við getum af byggingavörum sem að voru nú þegar til staðar. Að hér var, sem sagt í þessu rými hér var bara stórt og mikið skrifstofuhúsnæði og fullt af veggjum og við erum að endurnýta mikið af gifsi. Við erum að endurnýta mikið af loftstokkarrörum. Við erum að endurnýta mikið af gardínuköppunum sem voru hérna fyrir, þannig að þeir voru teknir niður og eru smíðaðir aftur. Og það er mikill plús í Svaninum að reyna að nýta sem mest það sem var nú þegar og eins að hér á mikið kerfisloftakerfi að allar plötur sem að fóru niður, þær eru notaðir í annað verkefni og önnur húsnæði sem við eigum. Þannig að það er stór liður í Svaninum líka að endurnýta eins mikið og við getum.